Þið voru að taka Villa Bjarna niður af lista og setja konu upp og eitthvað svona. Já, Ég hef aldrei séð slíka aðför að einu manni. Villi Bjarna maður. Því líkur meistari sem hann er. Já, nú erum við kannski þá farin að útvíka ótrúlega skilgreininguna á Vóki, sko. Ef þú ert að tala að færa til eitthvað fólk á lista til þess að reyna ná betur til fólks eða vera með einhverja þó ég sé ekki mjög hrifin af því. Okkur hefur bara farnast. Með prófkjör sem ekki með þessar reglur, þá bara sá sem fær flest. Já, reglurna voru samt auðvitað þannig að það er hægt að sé að hnika til og bera það upp til samfélags. Bara ef það er Villi Bjarna. Nei, Aðför að Villi Bjarna. Nei, það hefur nú verið gert í fleiri tilfellum. Bara fyrir þetta, ekki bara Villi Bjarna. Ég vil ekki svara fyrir þetta því ég er ekki hrifin af þessu. Ég er bara þeirra skoðunar að úrslit prófkjöra eiga bara standa því að það sé bara lýðræðislegu vilji flokksmanna en svo eru aðri flokkar sem eins og Viðreisn sem hafa bara verið með bundna svona fyrirfram ákveðna flettulista. Hefurðu beðið Vilja Bjarna? Nei, við viljum bara ágætu samtali ýmis mál og hann er vann með móður minn á Hagstofunni. Já, ég held hann sé ekkert sökot við mig. Já, þetta er fínt. Þannig þykir alveg útla að væntum hennar mann. Þetta er fínt kall, en ég minna hann hefði átt erfitt uppdráttar á flettulistanum hjá Viðreisn, en okkur hefur bara gengið svo vel í Sjálfstæðisflokknum að vera einmitt ekki með neina svona fyrirfram mótaðar skoðanir því hvernig listadur okkar eiga lít út og náðu ótrúlegum árangri því að vera með jafna lista bara út frá frjálsum og lýðræðislegum prófkjörum. Þannig, nei, ég er ekki hrifin af þessu og þess vegna ætla ég ekki að bera í bætiflokka.